Góðan daginn og hjartanlega velkomin í kirkju í dag, gleðilegan hvíldardag. Feliz sábado, queridos amigos, todos bienvenidos. Happy Sabbath, everyone. Welcome here today. Við skulum byrja þessa stund á að vera með stutta bæn. Kæri Drottinn, ég þakka þér fyrir þennan fagra dag sem þú gefur okkur og ég þakka þér fyrir hvíldardaginn. Ég þakka þér fyrir þetta húsnæði sem þú gefur okkur þar sem við getum komið saman og tilbeðið þig í sameiningu. Ég biðjum að vera hér mitt á meðal okkar í Jesú nafni. Amen. Við skulum byrja því að syngja salnúmer 42, Ver hljóður. Við varum að syngja salminn númer 64, Þú hæsti Guð. Oh
Við skulum rísa á fætur og við ætlum að lesa úr Lúkasar Guðspjalli 5, 17 til 26. Vamos a leer de Lucas 5, 17 al 26. Það Lukas 5, 17 til 26. Dag nokkurn var hann að kenna. Þar sátu farisear og lögmálskennendur komnir úr hverju þorpi í Galileu og Júdeu og frá Jerúsalem. Og kraftur Drottins var með honum til þess að lækna. Komu þó menn með lamamann í rekkju og reyndu að bera hann inn og leggja hann fyrir framan Jesú. En vegna mannfjöldans sáu þeir engin ráð til að komast inn með hann. Og fóru því upp á þak og létu hann síga í rekkju niður helluþekjuna beint fram fyrir Jesú. Og hann sá trú þeirra, sagði hann: Maður, syndir þínar eru þér fyrirgefnar. Þá tóku fræðimennirnir og farisearnir að hugsa með sér: Hver sá fer með slíka guðlaustun? Hver getur fyrirgefið syndir nema Guð einn? En Jesús skynjaði gjörla hugsanir þeirra og sagði við þá: Hvað hugsið þér í hjörtum yðar? Hvort auðveldara að segja: Syndir þínar eru fyrirgefnar, eða segja: Stattu upp og gakk? En til þess að þið vitið að mannssonurinn hefur vald á jörðu til að fyrirgefa syndir, þá segi ég þér, og nú talar hann við lamamannin: Stattu upp, tak rekkju þína og far heim til þín. Jafn skjótt stóð hann upp frammi fyrir þeim, tók það sem hann hafði legið á, fór heim til sín og lofaði Guð. En allir voru furðulostnir og lofuðu Guð, og þeir urðu óttaslegnir og sögðu: Óskiljanlegt það sem við höfum séð í dag. Við skulum biðja. Já, Drottinn Guð minn, þú ert dásamlegu Guð og við erum svo heppin að eiga svona Guð sem svo miskunnsamur og svo elskar okkur svo mikið. Drottinn, við sjáum æðsta mark elsku þinnar í því að Jesús kom hér niður og lét líf sitt á krossinum, og við þakkum þér fyrir það og lofum þig. Drottinn, vilt þú leiða okkur í þessum heimi? Væntu við halda fast í hendina þína og viltu gera okkur að ljósi í þessum heimi? Viltu leiða okkur þangað sem að neyðin er? Viltu vera með öllum þeim sem hafa ekki komist í kirkju í dag? Við biðjum að vera með okkur hér. Viltu tala til okkar með þínum heilaga anda og viltu tala í gegnum ræðumannin, viltu blessa hann og vaka yfir honum í Jesú nafni. Amen. Og nú skulum við syngja salminn númer 327 að fullu og öllu, dásamlegu salmur, einn af mínum uppáhalds.
gjafirnar í dag er að safna það sjóð. Ahora vamos a dar la ofrenda. We are going to take up the recollection, the offering. Kæri Drottinn, ég þakka þér fyrir alla þær góðu gjafir sem við fáum úr þinni hendi. Við biðja þig að blessa þessar gjafir, margfalda þær og gefa þær verið þínu starfi til blessunar. Í Jesú nafni, amen. Jæja, krakkar, niños, ef við koma hérna fram og syngja sálminn. Vamos a cantar juntos. Vengan. 176. Children, I'm so happy to share a story with you before the sermon. Og krakkar, stór og lítil, mira niños, hola, ¿cómo están? But let me ask a very important question from you. Me langar að spyrja ykkur mikilvægari spurninga. Quiero preguntarles una pregunta muy importante. And my question is, Mi pregunta spurningi mín who likes fruits and who likes vegetables? Hverjum finnst grammeti gott og hverjum finnst ávöxtum gott? ¿A quién le gusta la fruta y a quién le gusta la verdura? So, who likes the fruits? Hverjum finnst ávöxti góðir? ¿A quién Who le likes gusta the la fruta? vegetables? Who likes the ¿Y vegetables? quién quiere la verdura? Who likes both? Hverjum finnst bæði gott? Ah, I can see. Já, ég sé, la veo. And what's your favorite? Tell me, what's your favorite? ¿Cuál es su favorito? Hvað uppáhaldið ykkar? Fresas, strawberries. Strawberries. I guess strawberries must be good also in Iceland. Og jarðarberin eru góð líka á In the long Íslandi. summer there must be ripe and sweet. La fresa de saber muy rica aquí Just también. like in Finland where my wife is from. Así como en Finlandia, eins og í Finnlandi, sem kona mín kemur frá. And who else has another? A ver. What's your favorite? ¿Cuál es tu favorito? ¿Cuál es tu favorito, mi amor? ¿La fruta favorita? ¿Cuál es tu fruta
manzana, Apple, epli. Ah, good. Y la patilla también. Já, and the watermelon. And the watermelon. Vassmelónan. I love watermelon. So, let me tell you a story about a garden. Me langar að segja ykkur sögu garð. Quiero decirles una Who has a historia garden? de un jardín. Who has a garden? Eitthvað með garð hérna? ¿Alguien tiene jardín? Who has ever done gardening? ¿Alguien ha hecho jardinería? Hefur ykkur unnið í garði? Imagine this garden was in a bad state. Og ímyndi ykkur garð sem í slæmu ástandi. Un jardín que está en muy mal estado. Imagínense. All the weeds and thorns were growing in it. Fullt af illgresi, mucha mala hierba. And it looked around, and there was a vegetable garden with the most wonderful carrots in it. Og leit tilbaka og sá dásamlegan garð með gulrótum. Uno me iba para allá y And veía. then there was another garden that had the most beautiful fruits in it, just next to it. Había un jardín con zanahorias bonitas y otro al lado con mucha fruta. Það voru And then there was a garden full of flowers. Y luego había un jardín lleno de flores. Já, og það var bæði garður með blómum og annar garður með ávöxtum og hinn með grænmeti. But this garden was full of thorns and weeds. En þessi garður sem ég að tala var fullur af þyrnum og fullur af illgresi. Pero ese jardín de que yo estoy hablando estaba lleno de espinas y de mala hierba. And it was really feeling sad. Og garðurinn var rosalega sorgmættur. Y el jardín estaba muy triste por estar así. So it had an idea. Þannig að hann fekk hugmynd, recibió una idea. I'm going to ask the others how to become a beautiful garden. Ég ætla að spyrja hina garðana hvernig maður á að verða svona fallegu garður. Le voy a preguntar a los otros jardines cómo se hace para ser tan bonito. So it asked the vegetable garden, how do you become a beautiful garden? Þannig að hann spurði grænmetisgarðinn, hvernig verður maður svona fallegur? Entonces le preguntó al jardín de las verduras, cómo puede uno ser tan bonito? And the vegetable garden said, oh, it's easy, get rid of the weeds. Og grænmetisgarðurinn sagði, þetta auðvelt, losaðu bara við illgresið. Y el jardín de las verduras dijo, deshazte de la mala hierba. And the garden was, oh, that's a good idea. Og garðurinn sagði, já, þetta góð hugmynd. Es buena idea, dijo el jardín. So it decided to push out all the thorns and the weeds. Og þá ákvað hann að íta í burtu þyrnum og þyslum og illgresi. Y entonces empezó a sacar la mala hierba y las espinas. So it started to push out the roots of the weeds. Byrjaði að losa sig við ræturnar á illgresinu, sacó la raíz de la mala hierba. Are you going to help me? Ætlið að hjálpa mér? Let's help the garden. A ver, Yes, ayúdenme yes. a hacer así. That's it. Vamos a Help me. sacar. Ayúdenme a sacar las raíces de la mala hierba. And it was pushing and pushing and pushing. And do you know how many Og hann var að- roots these things have? Og hann var að íta og íta í burtu vondu rótunum. It was so much. It was doing it and doing it and doing it. And Og hann var að gera svona svona. Y luego se cansó, hann var þreyttur. And still all these thorns in the garden. Og ennþá allir þyrnarnir og illgresið, y todavía mucha espina y mala hierba. So it asked the fruit garden. Þannig að hann spurði ávaxtagarðinn. Entonces preguntó al jardín de la fruta. How to be a beautiful garden? Hvernig á ég að vera fallegu garður? ¿Cómo puedo ser yo un jardín bonito? Oh, get rid of the thorns. Að losaði við þyrnarnar, saca las espinas de I know that already, but how to do it? Þá sagði garðurinn, já, ég veit að það á að gera það, en hvernig? Entonces, ¿cómo lo debo hacer? Yo sé que hay que hacerlo. And the garden said, I think if they don't get oxygen, Já, og garðurinn sagði, ef þau fá ekki súrefni, they would die. þá munu þau deyja. Entonces dijo, si no reciben oxígeno, van a morir.
So the garden said, oh, that's a good idea. I know what to do. Og þá sagði garðan, þetta var góð hugmynd, nú veit ég hvað ég á að gera. Y el jardín dijo, ahora sí sé qué hacer, ahora sí voy a hacer eso. If I don't breathe, they can't breathe either. Þannig að ef ég anda ekki, þá getur þeir ekki heldur andað. Entonces, si yo no respiro, ellos tampoco van a poder respirar. So he took a big breath. Come with me. Þannig að hann byrjaði að anda djúpt, respiró It was profundamente holding back. og hann hélt alveg andanum í sér. Who can do it longer? Mantuvo el respiro. It was holding. Hélt ofan í sér andanum, mantuvo la respiración, ayúdale. Og hann gafst upp. Because it had to breathe too. Af því hann þurfti líka að anda, porque se rindió porque él también tenía que respirar. So now it was really sad and discouraged. Og nú var hann sorgmættur, ahora estaba muy triste. So it asked the flower garden, Þannig að hann spurði núna blómagarðin, ahora preguntó al jardín de las flores. what to do be a beautiful garden? Hvað á ég að gera, hvað á ég að gera til að vera svona falleg? ¿Qué puedo hacer para ser tan bello? What do you think? What did the flower garden say? Hvað haldið að blómagarðin hafi sagt? ¿Qué dijo el jardín de las flores? What would the flower garden say? What would be the advice? Hvað haldið þið? ¿Qué piensan ustedes? Yeah, say it. Að vökva? To water it? To water the weeds. They would vökva. grow bigger. Vökva illgresi, þá stækka þau. Entonces dale What he agua. needs to do to be more beautiful? Hvað þarf að gera? ¿Qué es lo que se tenía que hacer? Yeah. A ver, ¿qué, Charlotte? Dilo. Yeah. So, what to do? What did he say? I didn't hear it. Oh, Hvað varstu you að need to segja? say loud. Þú voru að segja hátt. What do you want to say? ¿Qué quieres decir, Charlotte? To get rid of the weeds. Að losa sig við illgresið. And the garden said, I know that. Og y el jardín dijo, yo sé que hay que sacar la mala hierba. But how to do it? En hvernig á maður að gera það? ¿Cómo hacer eso? And do you know what the flower garden said? ¿Vitið hvað blómagarðan sagði? ¿Saben lo que dijo el jardín de las flores? I don't really know. Hann sagði, ég veit það eiginlega ekki. Dijo, yo no sé realmente. But I know one thing. En ég veit eitt, pero sé una cosa. There's a gardener who comes. Það alltaf einhver garðyrkjumaður sem kemur. Hay un jardinero que viene siempre. And pulls up the weed. Og rýfur upp illgresið. And plants the beautiful flowers. Él saca estas And malas waters it. hierbas og hann plantar niður blómunum y planta las flores. So, what do you think? Og hvað heldur þið? ¿Qué piensan? Is our heart a little bit like this garden? Hjartað okkar stundum eins og þessi garður? ¿Será que a veces nuestro corazón es así como ese jardín? Are there some ugly thorny things growing there sometimes? Stundum eitthvað illgresi þar? A veces está la mala hierba ahí en nuestro corazón? Do you know these bad things that sometimes growing there? Vitið þessi slæmu hluti sem vex stundum í hjartan okkar? Si reconocen las cosas malas que a veces crecen en nuestro corazón? I wish I knew Icelandic. Ég vildi ég kynni íslensku. Como quisiera saber islandés? Are you sometimes jealous Þið stundum öfundsjúk, a veces son envidiosos? or angry? Þið stundum reið og están a veces enojados? Do you sometimes fight with your brothers and sisters? Þið stundum að rífast við sískin ykkar? ¿Y ustedes a veces pelean con sus hermanos? I think we all know that what these
bad flowers or bad thorns there are in the heart. Við vitum hver þessi þyrnar og þíslar eru í hjartanu. Sí sabemos cuáles son las malas hierbas en nuestro corazón. But do you know who the gardener of the heart is? Vitið þið hver garðyrkjumaður hjartans er? ¿Saben quién es el jardinero del corazón? God? Yes. Yeah, es Dios. Yes, it is Jesus. Guð. So Jesus. if you ever want to get rid of these bad things, Þannig ef þið viljið losna við þetta ílgresi, si quieren deshacerse de esa mala hierba del corazón, do you know what the first thing is to do? og hvað er þá að gera fyrst? ¿Qué es lo que hay que hacer primero? Call the gardener. Kalla á garðyrkjumannin, llamar al jardinero. Would any one of you would like to pray with us? Er einhver af ykkur sem myndi vilja biðja með okkur? ¿Alguien quiere orar con nosotros? Would you pray with us? Vilt þú biðja Thank með you. okkur? Please, your turn. Gjör svo vel, Saraya. Amen. Amen, takk fyrir. Thank you. Gracias. Já, Robert, gjör svo vel. Okay. Nada más quiero avisarle a todos los que hablan español que va a haber traducción aquí atrás. Adrián va a estar traduciendo y hay traductores para los oídos aquí atrás. I'm so happy to be with you today. Ég svo glaður að vera hér með ykkur í dag. You will never know where I first heard of your church. Þið munu aldrei vita hvar ég frétti fyrst af kirkjunni ykkar. I will attempt to say it. Hafnarfjörður. Ég reyna að segja það, Hafnarfjörður. Yeah? In the Rocky Mountains in the United States. Í Rocky Mountains í Bandaríkjunum. Yes, on the AWR board meeting. Það var ég á fundi hjá AWR. So I'm so happy to meet you also in person. Svo ég mjög glaður að vera hér í eigin persónu. You have heard, yes, you have heard the story that was read. Thank you so much. Þið hafið heyrt söguna sem var lesin úr Lúkas. How do you imagine this story to happen? Hvernig hafið þið gert ykkur í hugalundum að þessi saga hafi gerst? I believe when we read the stories of Jesus, we are a little bit reading more into those stories than they used to be. Ég hugsaði að stundum þegar við lesum sögunar Jesú og þá erum við að lesa aðeins meira inn í sögunar heldur en það var þar. For us, Jesus is in a beautiful place like this. Fyrir okkur þá Guð Jesús á fallegum stað eins og þessum. With lots of people. Það fullt af fólki. In a nice big room. Í svona stóru herbergi. With nice windows. Með fallegum gluggum. Yet I would like you to have a different picture that is more true to how it happened all. En samt myndi ég vilja leggja fram fyrir ykkur aðra mynd sem ég held að sé sannari mynd af atburðum. Imagine a small room. Ímyndið ykkur lítið herbergi. Maybe it's just 3 by 3 meters big. Kannski það bara 3 metrar sinnum 3 metrar. Maybe it's a little bit bigger, 4 by 4 meters big. Kannski 4 metrar sinnum 4 metrar. It's a room. Þetta herbergi. There is kind of dark inside. Það eiginlega myrkur þar inni. There are no windows on this room. Það engin gluggar á þessu herbergi.
The only place that some light could come in is the door where everybody comes in and goes out. Og ljósið sem kemur inn í þetta rými, það eingöngu gegnum hurðina eða dyrastafina þar sem að fólki gengur inn. And in this semi-dark, there are two groups. Og í þessu nokkuð myrka herbergi þá eru tveir hópar. One group in one side of the room is the group of the Pharisees, Einn hópur sem þar í herberginu, þar eru fariseanir. doctors of the law. Spekingar lögmálsins. And there is a lot of them. Og þeir eru margir. And in the other corner, Og í hinu horninu, there is the group of Jesus and his disciples. þar Jesú og lærisveinar hans. And do you know what is happening? Og vitið hvað að gerast? This is an exam. Þetta bara eins og það sé að vera að taka einhvern í próf. The Pharisees are examining Jesus. Fariseanir að taka Jesú og leggja fyrir hann próf. They are asking questions of him. Þeir að spyrja hann spurninga. They are asking him hard and difficult theological questions to answer. Þeir spyrja hann erfiðar og þungra guðfræðilega spurninga og ætlast svara. And they are judging Jesus. Og þeir að dæma Krist. Who is he? Hver hann? What is he teaching? Hvað það sem hann kennir? And then sometimes they say, well said, this was a nice answer. Og stundum segir, já, þetta var nú bara ágætis svar. And some other times they are like, oh, no, this is not right. En á öðrum stundum þá segir, nei, þetta nú ekki það sem er rétt. As they sit around Jesus, they surround Jesus. Og þeir sitja þarna í kringum Jesú. I would say the ring is closed. Og ég held að hringurinn hann hafi verið lokaður. And do you know what is at stake here in this room? Og vitið þið hvað verið að ræða hvað hvað í húfi í þessar umræðu? If Jesus doesn't pass this exam, Ef að Jesús stenst ekki þessa prófraun þeirra, then they are going to ban his ministry. að þá ætla þeir að banna hans starf. This is what they want. Þetta það sem þeir langaði. Þetta útkoman sem þeir vildu. But have you realized there's another will in this little room as we learn from the Bible? En hafið þið tekið eftir því að það er annað sjónarhorn á þetta herbergi sem við lesum í Biblíunni. Actually, it's a will that cannot really be contained in this small room. A wheel? Or A will. Will. Það annar vilji, það annar kraftur sem að starfar og hann ekki hægt að stoppa þennan vilja. It's too big. Hann of stór. Actually, it's such a big will and such a big power that it fills the whole universe. Og þessi vilji, þessi kraftur, hann svo stór og mikill, hann fyllir allan alheiminn. Have you realized these few words at the beginning of our story, which says, Hafið þið tekið eftir þessum nokkru orðum sem koma upp á söguna sem segja, the power of the Lord was on him, on Jesus. og þar kemur fram að máttur Guðs var á honum. Do you know how big this power is? Gerið ykkur hugalöndu það hversu stór þessi máttur er. Jeremiah says in his book in chapter 10 verse 12 that God made the earth by his power. Og við lesum í Jeremía 10. kafla eftir það sem Jeremía skrifar að Guð hafði gert heiminn með krafti sínum, mátti sínum. Can you imagine anything bigger than this power? Getið ímyndað ykkur eitthvað sem stærra en þessi A kraftur, power þessi that máttur. created the universe. Mátturinn sem skapaði heiminn. And you can search for other Bible verses with the word the power of the Lord and you're going to be amazed. Og þið getið leitað í Biblíunni að öðrum stöðum þar sem við tala kraft eða mátt Guðs og þið munið vera, það munið vera ykkur til uppbörunar og gleði. It performs miracles nobody imagined.
Því að kraftur eða máttur Guðs, hann hefur framkvæmt kraftaverk sem að engum hafi dottið í hug. It changes history, the fate of world powers. Þessi kraftur, hann breytir sögunni og hann umbyltir heimsvöldunum. And what does this power want? Og hvað það sem þessi kraftur vill? What do we read? Hvað það sem við lesum? It wants to heal. Þessi kraftur, hann vill lækna. Oh, that's interesting. Það áhugavert. I'm thinking of how could we imagine this situation? Hvernig getum við ímyndað okkur þessa kringumstæður? And this is how I imagine it. Og svona ímyndaði mér þessa kringumstæður. A guy goes into the municipality, looks for the marriage clerk. Það maður sem fer til sveitafélagsins og hann að biðja þann sem sér svona mál. And when it finds the office, he is saying, I'm going to get married today. Og hann fer til, á Íslandi var það sýslumaðurinn sem sagði slíkt, hann sagði, ég að fara að gifta mig í dag. And the clerk is like, you can't do that. You can't do that. En svarið að þú getur ekki gert það. You have to advertise it, like at least a month before the wedding. Þú þurftir að bóka fyrir mánaða fyrirvara. And anyway, where is your bride? En hvar er brúðurinn þín? Spyr hann. And the guy's answer is, I don't know her yet. Ég þekki hann ekki ennþá. But I love her deeply. En ég elska hana mjög mikið, segir hann. There is God's love in this small room. And God's love is searching. Það kærleikur Guðs í þessu herbergi og hann að leita. Who will it be? Hver það? Who will Jesus heal? Hvern það sem að Jesú mun lækna? Jesus is looking around. Jesús að líta í kring. The power of the Lord is on him to heal. Máttur Guðs á honum til að lækna. But who he can heal? En hver það sem þarfnast lækningu? The disciples are in fear. Lærisveinarnir þeir eru í ótta. The Pharisees are hostile. Og farisearnir þeir eru óvinveittir honum. Who can Jesus heal? Hver þá í þarna sem að Jesú getur læknað? He looks around. Hann lítur kring. And all he can see is the hardness of the heart. Og hann sér bara þessu hörðnuðu hjörtu. Do you feel this tension? Finnið þessa spennu. Do you feel this tension in this little dark room? Finnið hvernig þessi spenna í þessu litla myrka herbergi. It's like a duel. Þetta eins og einvígi. Two wills against each other. Tveir viljar sem fara andspænis hvor öðrum. On the one side there is Jesus and his disciples. Öðrum megin, Jesús og lærisveinar hans. He wants to heal. Og hann vill lækna. On the other side there are the Pharisees. Á hinum megin eru farisearnir. They want to judge. Þeir vilja dæma. But En if you see only this much in this room, you don't really see clearly. En ef þetta eina það sem við sjáum í þessu herbergi, þá erum við ekki að sjá myndina skýrt. Just as Ellen White says, if you pull the curtain, Og alveg eins og Ellen White orðar það, ef þú dregur frá gardínunnar, if you pull the curtain of human intentions, powers and wills, og þú dregur í burtu mannlegan mátt, vilja og áætlanir, you are going to find not human powers in play. og þá sérðu hvernig það eru ekki mannleg öfl sem eru að störfum. There is God there on the one hand side, Guð þar, öðrum megin, who wants to heal. sá sem vill lækna. Have you realized how amazing this is in itself? Hafið þið átt okkur á því hversu magna það eitt í sjálfum sér. God even wants to heal those who consider him his enemies. Að Guð vill jafnvel lækna þá sem telja
hann vera óvinni sína. Jesus dies for us when we are still sinners. Jésús, hann dó fyrir okkar meðan við vorum enn í synd. Because he wants eternal life for all. Því hann vill veita okkur eilíft líf, okkur öllum. But on the other side, there is Satan. En á hinu liðinni er Satan. And he wants to have the people not to change. Hann vill að fólkið breytist ekki neitt. He wants to have them in sickness, in darkness, in despair. Hann vill að fólkið sé í sjúkleik, sé í myrkri og sé í eymd. So he pushes Jesus into a small corner. Svo hann reynir að, ef hann ítir Kristi í horn, He surrounds him with the Pharisees. hann fyllir herbyggið af farisum And he even puts a huge crowd outside. og það fullt af fólki komið fyrir utan líka. And even if the crowd would want to hear Jesus, what he is teaching, they can't hear him. En fólki það heyrir ekki í honum, því það úti. And if the Pharisees are hearing Jesus, their hearts are too hard to hear him. En hjarta farisæna of hart, þannig að þó þeir heyra hann, þá heyra þeir ekki neitt. Satan wants to keep Jesus away from everyone. Satan vildi halda Jésu frá öllum, að þeir myndi ekki heyra boðskap hans. And he uses mostly us to do it, Og hann notar oft mestmegnis okkur til að gera það. to become an obstacle for people to find Jesus. Að við verðum hindranir fyrir því að fólk geti kynnst Kristi. Because Satan doesn't want people to experience healing. Því að Satan, hann vill ekki að fólk upplifi lækningu. He wants the Pharisees to die in their own spiritual prison Hann vill að farisæni degi í sínu eigin andlega fangelsi. because they need Jesus too. Því að þeir þurftu sannarlega á Jésu að halda líka. He would not let anybody to come to Jesus Hann vildi ekki leyfa neinum að komast til Jésu. but something is happening, isn't? En það samt eitthvað að gerast, það ekki? In this very tense moment, Á þessu spennuþrungna tímapunkti, suddenly on the roof above us, allt í einu, þá eitthvað að gerast á þakinu. there is noise. Það hávaði. In the midst of this heightened, wonderful theological debate, Í miðri þessari guðfræðilegri umræðu, someone seems not to understand what's happening þá einhver sem að virðist ekki vera að skilja hvað að gerast. because there starts a noise on the top. Af því að það allt í einu komin læti þarna fyrir uppi. There is first just like the thumping and clicking and then cracking. Fyrst heyraðu bara eins og einhver sé að ganga á og svo heyraðu eitthvað að brotna og bramlast Somebody starts to make a hole on the ceiling. og allt í einu komið gat í loftið, í þakið. And in the next moment, this story that we have seen until now is going to meet with another story that started outside. Og á þessum tímapunkti þá blandast þessi saga við þeirri sögu sem að hófst fyrir utan. But that story is not much different than the story inside here. En sú saga, hún ekki mikið öðruvísi en sú saga sem átti sér stað inni. Satan is also trying to keep people away there from Jesus. Satan einnig þar að reyna að halda fólki í burtu frá Jésu. He is working on the hearts of 5 people so that they would be always in darkness and despair. Hann vinnur á hjörtum fólks að það muni alltaf vera í myrkri og í eymd. In that story, there is a sinful man. This is all we know of him. Í þeirri sögu þá syndugur maður, það eina sem við vitum á honum. A person who defines the divine laws of life, health. Það einstaklingur sem hefur farið gegn hinum guðdómlegu lögmáli And ends up sick og endar á því að hann lasinn. to the extent that he is paralyzed and he can't walk anymore himself. Og hann lamaður. But 4 friends are coming, En 4 vinir hans að koma með hann.
And they tell him, Jesus is here. He can heal you. Þeir koma til hans fyrir ekki við og þeir segja við hann, Jésu hér, hann getur læknað þig. And they grab his bed. They grab whatever he is lying on and they start to carry him. Og þeir grípa beddan hans eða hvað það sem hann liggur á og þeir byrja að halda á honum. And they are trying to get to Peter's house. Og þeir stefna á hús Péturs. And they bump into the crowd. En þá allt í einu rekaðast þeir á þennan mannfjölda sem fyrir utan. And they try to get through, Og þeir reyna að fara í gegn, but they can't. en þeir komast ekki. And then they go to another street. Og þeir fara yfir á næstu götu. And they try to get through again. Og þeir reyna aftur að brjótast í gegnum mannþrúuna. And you know what happens? En þið viti hvað gerist. It's impossible. Það er ómögulegt. I can imagine the people who also want to hear Jesus, but they can't. Það er annað fólk þarna sem gat ekki komist nógu nálægt Kristi og það vildi ekki færa sig frá. They are telling them, don't jump the line. Og þeir segja við ekki fara fram í línunni. Þú ert að bíða í röðinni eins og allir aðrir. Some of them might say, what do you want with that sinner? Og einhver kannski segir, hvað er að gera með þennan syndara hér? And I can imagine how these people sit down on the side of a street, exhausted. Og ég get ímyndað mér hvað þessi einstaklingar setjast niður við götuna og eru It's uppgefnir. impossible to get to Jesus. Við komumst ekki til Krist, það er ómögulegt. Do you hear the two voices here? Heyrið þessar tvær raddir hér? One of them says, there is no hope, give up. Ein röddin segir, það er engin von, gefstu bara upp. And the other one is saying, there is hope, I want to heal. En hin röddin segir, það er von, því að ég vil lækna. Who comes up with the idea that if we can't go through the streets, let's climb the houses and let's go over the flat rooftops? Hver var það sem kom með hugmyndunum að við komumst ekki í gegnum götunar, við skulum bara klifra upp á þökinu og labba þar yfir? Can you imagine the crowd watching these funny people on the top just making their way towards Peter's home? Getið þið ímyndað ykkur mannfjöldan að horfa á þá svara frá einu taki til næsta þaks? And then when they reach the home of Peter, Og þegar þið koma að heimili Péturs, it's even then the situation is impossible. jafnvel þar, þá er þetta ómöguleg staða. Impossible to get down on the street from the crowd that is filling the whole place and get into the home. Þeir komast ekki niður á þakinu því að það er fólk allt í kring. And then they start to dig. En svo byrja þeir að grafa. And you see, it's not a clean job. Og þetta er ekki svona hreinlætislegt verkefni. These roofs are made of clay. Þessi þök eru byggð af leir And it's made of straw. og strám And it's all falling inside. og þetta er allt að detta inn á við. Can you imagine Peter dropping his jaws? Getið ímyndað ykkur Pétur horfir á þetta og missi bara hökuna. And the people who are in this room, they have to step back from the middle because of all the mess that's happening there. Og allir þeir sem standa þarna inni, þeir þurfa að fjarlægast miðjuna svo þeir fáið þetta ekki bara allt yfir sig. And as the hole becomes bigger and bigger, Og þegar gatið verður stærra og stærra, there is more and more light inside, isn't it? að þá kemur meira og meira ljós inn í herbergið. Isn't this good news in itself? Er það ekki góða fréttir? Meira ljós. Remember always, Munum ávallt, God might allow Satan to build walls around us. að það kann að vera að Guð megi leyfa Satan að byggja veggi í kringum okkur, But he would never allow him to put a roof on top. en hann leifur þeim ekki að hafa þakið yfir. And people wipe the dust from their eyes in the room. Og fólki það er að taka reki frá augunum And the gaping hole is bigger and bigger. og gatið verður stærra og stærra. And then suddenly, this baggage appears there with a man inside. Og allt í einu sígur maðurinn niður
and they are lowering him down, og hann sígur neðar og neðar and there he is in the middle. og allt í einu er hann kominn þarna á mitt gólfið. Right now, Núna, can you imagine your final exam at the university, this to happen? getið ímyndað ykkur þegar í lokaprófi í háskólanum og þetta gerist í miðju What prófi. what a scandal! Þetta er bara skandall. How incredible! Hversu ótrúlegt. Unbelievable! Þetta er bara, já, það er bara ekki hægt að, þetta bara geti ekki gerst, myndu halda. Ómögulegt. And then when they see who he is, Og svo þegar þið sjá hver maðurinn er, this sinner, þessi syndari. it's very interesting what is happening at this moment. Það er mjög áhugavert hvað er að gerast á þessum tímamóti. Have you realized the moment when this man is already on the floor? I don't think it looks good. I mean, he can't move really. Og þið getið ímyndað ykkur þetta, maðurinn er komin á jörðina og þetta lítur ekkert vel út, hann er lamaður, maðurinn. It's a limp body, Hann, just in the middle. hann liggur þarna maðurinn og hann getur lítið gert, lítið hreyft sig. And have you realized that in the next moment, Jesus looks up? Og hafið þið tekið eftir því að á þegar augnabliki þá lítur Kristur upp. And there are these friends looking down. Og þarna eru vinir hans að líta niður í gegnum gatið. And it's amazing what the Bible says. Og það er ótrúlegt hvað Biblían segir. Jesus, seeing their faith, says, Og þegar Jesús sér trú þeirra, segir hann, can you see faith? getið þið séð trú? Of course you can see faith. Já, það er hægt að sjá trú. It's life. Hún er lifandi. It's an act. Hún er lifandi og hún er hérna eitthvað sem við framkvæmum. It's reaching out our hands with love. Það er að rétta fram hendi í kærleika, It's doing something good for others. að gera góðverk fyrir aðra. What will Jesus say in this moment? Hvað er það sem Jesús segir á þessu augnabliki? Do you know the sentences that Jesus tells to people who are ill? Munið þið hvað það er sem Jesús sagði við fólk sem hann læknaði? Let me remind you a few sentences. Ég skal rifja þau upp. Get up and walk. Gakk þú upp og gakk. Já, gakk, stattu upp og gakk. Get well. Hérna, láttu þér batna, svo þið þetta ekki alveg. Go and show yourself to the priests. Far og sýndu þig prestunum. Wash yourself in the pool of Siloam. Þvoðu þig í Sílóam lauginni. What is Jesus going to say to this person? En hvað er það sem að Jesús ætlar að segja við þennan einstakling? Which sentence he is going to use that he usually uses when he hears? Hvað af þessum setningum myndi hann nota? Friend, your sins are forgiven. Á ensku er það vinur, en hér kemur það á íslensku maður. Syndir þínar eru þér fyrirgefnar. Are you surprised? Ertu hissa? I'm telling you what this whole world needs the most is forgiveness. Það sem að, ég vil bara segja að það sem að skiptir heiminn hvað mestu máli, það er þessi fyrirgefning. God's forgiveness first of all. Og fyrirgefning Guðs, fyrst og fremst. That we would feel and experience that he forgives our sins. Að við megum upplifa það persónulega, hvert og eitt okkar, að hann hefur fyrirgefið okkur syndir okkar. We need to experience this special way God's power to heal us. Og við þurfum að upplifa þennan sérstaka hátt sem að Guð læknar okkur með. It's the best thing that can happen to a person. Það er það besta sem getur gerst fyrir einstakling. But we need the forgiveness of others too. En við þurfum einnig fyrirgefningu annara.
like we would need to forgive ourselves. Og eins þurfum við að fyrirgefa okkur sjálfum. And this might be sometimes more difficult than we imagine. Og stundum það jafnvel erfiðara heldur en við ímyndum okkur. Humans are capable of coming up with every type of tales just to convince themselves that they are innocent. Mannfólkið getur komið upp með alls konar afsakanir, hugmyndir, hugsanir til þess að afsaka sig frá því og reyna að sannfæra sig það að viðkomandi eða maður sjálfur sé saklaus. And sometimes people come up with the idea that I'm a sinner, that's it. I'm like... En sumir enda bara þar og segja ég syndari. Hvað með það? But Jesus tells that no. En Jesus segir nei. In Romans 6:11-12 it says, I will not read it for you, but it says, think that you are dead to sin. Og í Rómarbréfinu 6, That 11-12 versi segir, og hann ætlaði ekki að lesa það beint, en hugsiði að þið séu dauð syndinni. Think that you are dead to sin, but alive in God. Að þið séum dauð syndinni, en lifandi í Guði. You are a new person. Nýr einstaklingur. You are resurrected in Jesus. Endur reistur, endur lífgaður í Kristi. And we need the forgiveness of other people. Og við þurfum líka að fyrirgefningu annarra að halda. Those whom we hurt. Þá sem við höfum sært. We need that they wouldn't see us to be the same as our sins and bad deeds. Við þurfum að sýna þeim að við sem einstaklingar erum ekki það sama og syndir okkar og okkar slæmu gjörðir. Are we able to see others through the eyes of Jesus? Erum við reiðubúin að getum við séð aðra í augum eins og Kristus eða Jesús sér þau? And it's also important that we must forgive others. En það líka mikilvægt að við getum fyrirgefið öðrum. Because sin is something that doesn't leave us untouched. Af því að syndin, hún snertir alla. Það enginn sem sleppur frá henni. When we commit a sin, then very soon others will also commit sins. Og þegar við drífum syndir, þá líður ekki á löngu þá ætla aðrir. And it becomes a cycle. Og þetta verður einhvers konar vítarhingur, já. And until we truly forgive, og þangað til að við getum fyrirgefið á fullu, we cannot truly be free. Og þá erum við ekki frjáls sjálf. Let me stop for a moment. Ég langar til að stöða hér í smá stund. Jesus says, your sins are forgiven. Jesus segir, syndir þínar eru fyrirgefnar. Do you understand? Skilur þú? Do you understand what is happening in that small room in Capernaum? Skilur þú hvað að gerast í þessu smáa herbyggi í Kapernaum? We see the Pharisees and Jesus and this exam and this clash. Það eru þarna lærisveinarnir, Jesus og fariseanir og þetta próf sem þeir leggja fyrir hann. But in this little room, en í þessu litla herbyggi, the biggest question of the universe is being debated. Þar verið að takast á stærstu spurningar alheimsins. A question, then there is no bigger question than this in the whole universe. Og það engin stærri spurning en akkurat þessi í alheiminum. Who owns our world? Hver það sem á okkar heim? Who has the power? Who has the final say on this earth? Hver sá sem fer með völdin á jörðinni? Hver sá sem hefur síðasta orðið? Who do we owe obedience because he has power? Hverjum ber okkur að hlýða? Hver það sem hefur þennan mátt? To whom do we owe glory? For he is the Lord of the world. Hver á skilið dýrðina? Því að hann drottinn heimsins.
this small room is the epicenter of a story that we Adventists know as the Great Controversy. Þetta litla herbergi eins og sýnidæmi fyrir þá sögu sem aðventistar þekkja vel og kalla deiluna miklu. It's the same story that happens in the book of Job when Satan goes in front of God. Sama saga og á sér stað í Job þegar Satan fer frammi fyrir Guð. It's the same story that happens on Calvary when Jesus is on the cross. Sama saga og á sér stað við Golgata þegar Kristur á krossinum. What is your answer to this question? Hvert þitt svar við þessari spurningu? In verses 20 to 25 we read, Jesus knew that they were thinking and what they were thinking and asked, "Why are you thinking these things in your hearts? Which is easier to say, your sins are forgiven, or to say, get up and walk? But I want you to know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins." So he said to the paralyzed man, "I tell you, get up, take your mat and go home." Immediately he stood up in front of them, took what he had been laying on, and went home, praising God. En Jesús skynjaði gjörla hugsanir þeirra og sagði við þá, hvað hugsið þér í hjörtum yðar? Hvort auðveldara að segja, syndið þínar eru fyrirgefnar, eða segja, statt upp og gakk? En til þess að þér vitið að mannssonin hefur vald á jörðu til að fyrirgefa syndir, þá segið þér. Og nú talar hann við lamamannin, statt upp, tak rekku þína og far heim til þín. Jafn skjótt stóð hann upp frammi fyrir þeim, tók það sem hann hefði legið á, fór heim til sín og lofaði Guð. En allir, I haven't heard you saying amen. Ég heyrði ykkur ekki segja amen. I haven't heard you saying hallelujah. Ég heyrði ekki neitt segja halleluja. Do you know why? Vitið af hverju? For these first two lines of verse 24. Fyrir þessar fyrstu tvær línur í versi 24. But I want you to know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins. En til þess að þér vitið að mannssonurinn hefur vald á jörðu til að fyrirgefa syndir. Do you feel the heaviness of this sentence? Finnið þið hversu þung þessi setning er? It's like standing in front of the palace of the enemy, Við stöndum fyrir framan höll óvinarins stamping your feet and saying, og stíga í fótinn og segja, I am ruling here. ég ræði ríkjum hér. I am still in control. Ég stýri enn hér. What a good news. Hversu góðar fréttir eru þetta? Even today, Satan wants to corner Jesus. Jafnvel í dag þá vill Satan setja Jesú í hornið og setja króan af. But if we have faith, we see the reality of this world around us. En ef við höfum trú, að þá sjáum við raunveruleikann og hvað það er að gerast í heiminum í kringum okkur. Many times, Satan wants to take away of our joy, our hope. Oft það að Satan vill ræna okkur voninni og gleðinni. He wants to close us into a small place. Hann vill setja okkur inn í eitthvað lítið rými. He tries not only to build walls around us. Hann reynir ekki bara að byggja veggi í kringum okkur. He wants to close it Hann vill loka like a can. og setja okkur inn í eins og einhverja dós. If you ever felt like this, Ef þeir eru einhvern tíma liðið svona, don't believe him. ekki trúa honum. Remember Jesus. Mundu eftir Jesú. The truth is not that we are guilty and there is no way out. Sannleikurinn ekki sá að við séum sek og það sé engin leið út. The truth is that God loves us so much that Jesus sacrificed himself on the cross for us. Sannleikurinn sá að Guð elskar okkur svo mikið að Jesús gaf líf sitt á krossi fyrir okkar til að fyrirgefa syndir okkar. The truth is not that we live our lives in fear and dread and doubt because there is no way out. Sannleikurinn ekki sá að við að lifa lífi okkar í efa, vafa og myrkri.
The truth is that Jesus is the Lord of my life. Here, En sannleikurinn sá að Jesús drottinn lífs míns hér, 1,000 kilometers away, 1000 kilometra í burtu, 5,000 kilometers away, 5000 kilometra í burtu, in heavens, á himni, in the grave, í gröfinni, in life, í lífi today, og í dag and in eternity. og í eilíðinni. The truth is not that remorse and rage should consume our hearts and souls and bodies because of the life on this earth. Sannleikurinn ekki sá að eftirsjá og reiði eiga fylla huga okkar og ríkja í lífi okkar. The truth is Jesus who forgives. Sannleikurinn Jesú sem fyrirgefur. The truth is Jesus who has the power to heal. Sannleikurinn Jesús sem hefur kraft til þess að lækna. The truth is Jesus who has the power to forgive sins on earth now. Og sannleikurinn sá að Jesús hefur kraft og vald til þess að fyrirgefa syndir hér á jörðu og það nú. What is your choice? Hvert þitt val? Do you stand up? Vilt þú standa upp? Do you stand up for Jesus? Standa upp fyrir Krist, fyrir Jesú? Would you choose rather him Að velja frekar hann? than pray with me? Biðið þá við mér. Dear God, thank you so much for your wonderful glory and power. Kæri Guð, við þökkum þér svo kærlega fyrir þína dýrmætu og mikilfenglu dýrð. Thank you so much that in that little insignificant dark room in Capernaum, Við þökkum þér fyrir það í þessu litla og merkilega herbergi í Kapernaum 2000 years ago, you didn't let Satan win. fyrir 2000 ára síðan að þá leyfðir þú ekki Satan að sigra. That your power of healing was abundant. Að lækningarkraftur þinn var flóði yfir That it conquered the hearts of people að hann sigraði hjörtu fólksins as it should conquer today. eins og hann á að sigra enn hjörtu fólks í dag. And we believe in you. Við trúum á þig, We know that you have the power today. við vitum að þú hefur kraftinn You have í the dag. power to forgive the sins Þú hefur kraftinn og valdið til að fyrirgefa syndir of us, okkar of others, og annara and to lead us in eternity. og til að leiða okkur inn í eilíðina. And we thank you this, Við þökkum þér fyrir það. and we say with this man together, Við segjum saman, you are the king of our lives. þú ert konungur lífs okkar. Amen. Amen. Thank you very much. Fyrir þetta, Róbert. Þetta voru falleg orð. Nú skulum við syngja sálmi númer 80. Nú gjaldi Guði þökk. Thank
Ég ætla að lesa úr, já, gjör svo vel. I pray that according to the riches of his glory, he may grant that you may be strengthened in your inner being with power through his Spirit. Megi hann gefa ykkur að ríkidómi dýrðar sinnar að styrkjast fyrir andar sinna krafti í innra með yður. And that Christ may dwell in your hearts through faith as you are being rooted and grounded in love. Til þess að Kristur megi fyrir trúna búa í hjörtum yðar og þér verið rótfestir og grundvallaðir í kærleika. I pray that you may have the power to comprehend with all the saints what is the breadth and length and height and depth, and to know the love of Christ that surpasses knowledge, so that you may be filled with all the fullness of God. Þá fáið þér ásamt öllum heilum skilið hver kærleikur Krists víður og langur, hár og djúpur og komist að raunum hann, sem gnæfir af alla þekkingu og náið að fyllast allri Guðs fyllingu. Now to him who by the power at work within us is able to accomplish abundantly far more than all we can ask or imagine. To him be glory in the church and in Christ Jesus to all generations forever and ever. Amen. En honum sem í oss verkar með krafti sínum og megnar að gjöra langt fram yfir allt það sem við biðjum eða skynjum. Honum sé dýrð í kirkjunni og í Kristi Jesú öll æviskeið, öld eftir öld. Amen. Amen. Engar tilkynningar. Gjör svo vel, Kristján Ari. Ég veit ekki, já. Og ég þýða það Já, á kannski. yfir ensku. Já. Já, kannski við ennsku. Adrian með spænskuna. Já. Mér langaði bara að segja ykkur að uppræða söfnin. Quería informarle a la iglesia. I wanted to inform the church. Að fyrir mánuði síðan eða 1,5 þá baði ég ykkur að biðja. About a month ago or so, we asked you to pray Því við vorum að bíða eftir svörum because we were waiting for an answer og varðandi fjármögnun biblíuþjóns hlutverksins. about financing the Bible worker for this church. Í þessari viku fengum við niðurstöðuna frá samtökunum We received an answer from the conference, og því miður þá hefur þeirri beiðni verið hafnað. and this petition has been rejected. Samtökin hafa sett hér áform það að ráða spænskumælandi prest. The conference has some áform á ensku. Plans. Has plans of hiring a Spanish-speaking pastor. Svo að núna mun safnaðarstjórnin með þetta svar í bæn skoða hvað við getum gert í framhaldinu. So the church board will now, with this answer, think about how the future will be. Mér langar til að biðja ykkur öllum að biðja áfram fyrir þessu. I want to ask you all to still keep on praying for this. Smá vandrarlegt fyrir Vigdís að þýða, en mér langar líka til að biðja ykkur áfram að biðja fyrir Vigdís og hennar starfi. And can you also keep on praying for Vigdís and her job?
Því að ég held að það sé alveg gríðarlega mikilvægt þótt fyrir að það fáist ekki stuðningur fyrir það. So it's really important that there is a prayer even though there's not financial support for it. Og við höfum séð að Guð hefur blessað og lofað We have seen that God is blessing us og leitt and He has been guiding us og við munum bara halda áfram. and we will keep on going. Takk kærlega fyrir ykkar bænir. Thank you for your prayers. Já, þá er komið að engar tilkynningar, þá skulum við fara í leksíuhópan okkar. Ahora vamos a ir al estudio de la lección. Now let's go and have the study of our lesson.